Ef við höfum klárað að bora hérna 2018 eins og tilstóð og við höfum fundið það sem við bjuggust við að finna, þá hefði olíuvinnsla á Íslandi hafist svona í síðasta lagi 2023 fyrir 2 árum síðan og við værum með fulla framleiðslu, varum búin að vera með fulla framleiðslu í 2 ár sem þýðir að við hefðum verið búin að dæla hérna upp skatttekjum fyrir ríkið sem næmi $20 milljarða. Þá þurftum engin veiðigjöld. Nei, við gætum þá minnka skattheimtu á bæði atvinnugreinar og einstaklinga og lífið hérna myndi blómstra sem aldrei fyrr vegna þess að hagfræði er ekki bara framboð eftirspurn, hagfræði fyrst og fremst sko hvatarnir sem í kerfinu. Þannig að fólk hefur meiri hvata til að vinna, meiri hvata til að sýna nýsköpun og djörfung og gera eitthvað nýtt, að þá mun fólk gera það. Ef að það er alltaf verið að setja takmörk á það með því að vera með hækkandi jaðarskatta, að þá verður bara minni verðmætasköpun í kerfinu. Það er ekkert flóknara en það. Þetta lætur mig minna á heillaráð Thomas Sowell, þú niðurgreiðir ekki vandamál frá þér sko. Einmitt. Það er að segja... Þú stækkar það með því að niðurgreiða. Já, og það er... Því að peningandi leita þangað. Já, og það og fólkið og allir. Og það er einmitt ástæðan fyrir því til að svona lífskjör eru byrjað að vera svona áþreifanlega það er orðið erfiðara að búa. Ungt fólk hefur ekki alveg trúað í hvort það mun eignast húsnæði. Ungt fólk þarf aðeins svona að vera bara bjartsýnt. Já, og rífa sig í gang. Og maður skjót inninu með hvatana. Það er eitt annað svo mikilvægt punktur þetta. Við erum búin að vera að niðurgreiða óskynsamlega hegðun. En við erum búin að setja hvaðir á skynsamlega hegðun. Akkurat. Og þá finnst mér í rauninu út að þú ert að tala um hvata. Já, ég er líka pínur reiður út í ungt fólk, en samt sem áður þá er ég er ekki reiður. Ég skil það alveg út frá hvatakerfinu sem en það er bara svo leiðilegt að vera svartsýnn og það er svo leiðilegt að vera fórnarlamb og það er ekkert uppbyggilegt við þetta. Þannig að þó þetta sé erfiðar en það var áður, þetta er samt miklu auðveldara heldur en það var fyrir 30 árum. Þegar óða verðbólgan hérna var ævintýraleg og fólk bjó í bílskúr, ég álst upp í Garðabæ í einbýlishúsahverfi en það var fólk sem bjó í bílskúr á meðan það var að klára allar helgar, öll kvöld, öll sumafrí að vinna í húsinu sínu sjálft. Það fór ekki til útlanda í 10 ár. Það átti varla bíl, það ferðaðist með strætó, þetta var samt í Garðabænum. Ástandi var miklu erfiðara heldur að það er í dag. Þannig að við þurfum að setja hlutina aðeins í samhengi. Auðvitað voru einhverjir sem fengu vinnu eftir hrun, fengu vinnu segjum 2012 þegar fasteignamarkaðurinn náði svona botni og duttu þar inn. Það er einhverjir árgangar sem náðu þeim happa drætti ef svo má segja. En í dag þá er atvinna ástandi hérna fjölbreyttar heldur að var 2012, atvinnuleysi minna, ráðstöfunartekjur hærri, fasteignaverð að vísu talsvert mikið hærra. En það er alltaf áskoranir. Maður þarf bara að vinna úr því hvert kerfið, hverjar áskoranirnar eru hverju sinni. Já, það er margt í þessu sko. Ég er nú búin að vera leiðilegur við ungt fólk sem er að væla á samfélagsmiðlum og annað sko. Það er skringilegt athygliskerfið hjá okkur sko. Það er sem að þú hefur nú rætt um þetta áður með Kristján Már Unnarsson og hvernig hann er að færa fram fréttir af svona það sem er raunverulega gerast. Og Landinn og Magnús Hlynur, þetta er bara verið að sýna hvernig Íslendingar lifa og hvernig þeir hugsa. Fyrir utan þessa búblu, fyrir utan þessa firringu sem er hérna í stórborginni. Reykjavík er ekki stórborg, Reykjavík er eins og þorp, alþjóðlega. En eru með þessa kompleksa eins og stærstu borgir heims eru með. Að efnahagslögmálin eigi ekki lengur við, það er allir orðið svo menntaðir og gáðaðir að það er þetta aftengja allt sem heitir vísindi og það er þetta að hugsa málun upp á nýtt og allt er til fyrir alla og það er þetta að gera hvað sem er. En þannig er ekki veruleikinn og þessi búa fyrir utan stórborgina, þeir vita þetta. Það er svo gaman þegar maður sér viðtöl við bara heilbrigt, duglegt, velmeinandi fólk. Auðvitað til fólk sem er óheilbrigt og getur ekkert að því gert. En ég var að tala um það óheilbriði að vera aftengdur veruleikanum eins og þetta fólk er hér í Reykjavík. Já, og að við getum líka bara nú sagt á sínu tíma að við getum bara aftengt
öll álverin og annað sko, svo allt í einu fáum við bara príma dæmi það, þá var allt í einu það vandamál. Akkurat, þetta átti ekki að skila neinu og skipta engu og þá Þröstur Ólafs og hann Indriði Þorláks og fleiri að skrifa þetta og maður bara í hvaða heimi búið þið.